ert á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þá komið að karlaspjalli sem við höfum haft hérna á þriðjudagskvöldum sinn. Það þannig að við fáum Bjarna Karlsson, prest og siðfræðing til þess að kveikja í umræðunni. Þetta svona byggt á bók sem hann gaf út fyrir síðustu jól, þar sem hann var með stiltu upp svona erkitýpum, 5 karla og við ætlum að nota það svona sem kveikju í umræðu karla og karlmennsku. Við höfum gert það núna í 2 þáttum. Við höfum tekið kveikjunar hafa verið frekikarlinn og sekikarlinn hefur verið. Nú kemur Bjarni með einhvern annan karl. En við fáum í hvert skipti við 3 karla til þess að taka þátt í samtalinu með okkur. Og núna hingað komin Karl Pétur Jónsson ráðgjafi og Ingólfur Gíslason, prófessor og Jökull Sólberg Auðunsson ráðgjafi. Verið allir velkomnir. Bjarni, hvaða karl ætlar að bjóða upp á í dag? Í dag ætlum við að fjalla skemmtilegasta karlinn og ætlum að fjalla lúxuskarlinn. Og ég vil nú byrja að segja, ég er bara svo glaður með þetta. Þetta svo áhugavert, ég hittumst við og bara gott fyrir áhorfendur að vita, við erum bara að rekast þetta saman. Ég var ekki einu sem búin að tjekka á því, nákvæmlega hverju væru hérna og þið ekki búin að lesa í minn hug, byrju hvað þessi maður að fara að bera hérna fram. Þannig að það sem að þið, hlustendur góðir og áhorfendur að fara að vera vitna, það bara samtal 5 kalla sem taka sénsinn á því að tala saman um hluti og ég ætla að reyna að svona kveikja á umræðunni. Þetta svona svipaðu ókunnir taka tal saman í lestarklefa á milli 2 borga. Já. Þetta þannig tal. Þetta svolítið þannig. Og það hefur orðið reynslu okkar að það eitthvað við þetta sem að þegar fólk bara tekur tal saman, heyri hvert í öðru og treystir samtalinu og ég svolítið að læra inn á það sjálfur. Mér finnst að vera, því að ég hef nú mín akademiska þjálfun upphálega var náttúrulega svo að fara út í presskap og þar rosalega mikil einræða og og maður bara venst því að bara hafa orðið og segja svo bara amen og svo bara sungið. En hér hún ekki að gera það og það alltaf holdt og gott. Málefni sem að liggja á mér og hafa gert það lengi og ég gaf út í þessari bókminni sem með þessum titli Bati frá tilgangsleysi og það eru stór málefni, það eru bara þetta risastóra málefni sem bara akkur í fjáranum akkur þjáum við allt í kringum okkur með þeim hætti sem við gerum, bara mannkyn hvernig stendur á því að við búum til þjáningu hvar sem við förum og það eru hvarvetna flækjur í mannlegu samskiptum, það engin vinnustaðurlaus við það, engin fjölskyldarlaus við það og það að finna samkomulag í einu landi eins og bara á Íslandi, við lifum í þrætugjörnu landi þar sem að hluti þróast hægt og rólega í gegnum bara hellingsmikil átök og svo erum við að horfast í augu við það. Hér einmitt við vorum að fyrir þáttinn, þú varst að segja það Jökull, út að það ferðamála bransinn og hvernig eigum við og svo vitum við, heyrðu, þegar ég ákveð að því að ég bara með langar í ferðalag eða ég elska einhvern og ég ætla að heimsækja hann, þá ég leið að gera gott og illt. Ég að brenna jarðefnaeldsneyti en leið ég að bara sinna lífinu og fagna því og njóta þess og það alveg sama hvað við gerum, það nefnilega það og ég sem siðfræðingur verð að horfast í augu við það, heyrðu, alveg sama hvað við gerum, það orkar tvímælis. Góð samviska ekki í boði fyrir fullorðna. Við getum valið og nú ég að segja það sem ég held. Ég held að við getum valið tvennt. Við getum valið slæfða samvisku eða særða samvisku.
Og af tvennu illu þá held ég að þá mæli ég með særðurri samvisku sem upplýst samviska, þar sem við getum tekið virka afstöðu til viðfangsefnan og sætt okkur við að við lifum við erum flóknar manneskjur í flóknum heimi, við erum ófullkomin fólk í ófullkomin heimi og við þurfum að finna skástuleiðina og í mínum huga raunvóla það að við setjum þetta niður við þetta rauðabárð til að tala frekakallin og segakallin og núna lúksuskallin og svo kemur stakikallin og endanum spakikallin sem ég held fram að sameina á alla. Þetta allt saman táknmyndir fyrir svona það hvernig við þurfum að því að spila lélegan bolta í samskiptum. Hvernig við notum svona banal aðferðir. Frekikallin stendur fyrir yfirráð, bara basic yfirráð, heyrðu, bara alltaf að eitthvað gerist sem er vandamál sem blasir við, ekki hægt að leysa þetta einhvern veginn, bara með því að bara kæfa þetta í fæðingu og og það getur virkað vel eins og til dæmis bara hlað upp varnarkorðum til að verja Grindavík, skiljið. Frábært að geta beitt afli, en það virkar ekki alltaf. Nú ef yfirráð virka ekki þá gjarnan dettum við í næsta túlkunarramma sem sá að bara finna einhvern sem sekur og dæma hann, bara leysa þetta með ásökun og bara með refsingu og það mjög vinsælt sjónvarpsefni, alveg svo sjónvarpsefni Stórubróður rosalega vinsælt, Schwarzenegger og co. Þá líka Vera og félagar sem finna hinn seka og færa hann út og þá geta allir anda léttar af því að þá búið að leysa máli. En stærstu viðfangsefnin okkar nú bara svo flókin að það hvorki hægt að leysa þau með yfirráðum eða refsingum. Og hvað á að gera þá? Eitt sem við gerum, og lúksuskallin það. Eitt sem við gerum það, við segjum bara það geta ekki allir verið gorgeous. Ákveðin ójöfnuður bara innbyggður í eðli lífsins. Og svo held ég því fram, og náttúrulega ekki einn það, heldur og ég vissum að Ingólfur kann á því góð skil úr félagsfræðunum að langt síðan fræðimenn, ekki síst femíníski fræðimenn, fóru að sjá við erum með svona flokkunar áráttu og hvernig ofboðslega eðlilegt að mörg hundur ár síðan við byrjum að segja Guð, Faðir, Móðir jörð, karlar og konur, menn og náttúra og síðan fórum að segja þróuð ríki og vanþróuð og streit og gay og rétt og rangt og við og hinir og svo framins við barn ekki fyrrfætt en og það að vísu núna löngu búið að kíkja í pakkan hvort það strákur eða stelpa og við erum svo upptekin af því af hvaða kynjum allt sé, hvaða kyni allt sé og af því að við erum með flokkunar árátt og heilanum sem ég óttast og ekki einn það að hjálpa okkur við það að rétt læta svona það að sumir tilheyra aðalveruleikanum og aðrir aukaveruleikanum og þannig óttast ég að við slæfum samviskun okkar og segjum, heyrðu, það ekki allir með, það ekki allir eru ekki allir mikilvægir, ekki jafn mikilvægir og svo reynum við að leysa mál með því að sætta okkur við ójöfnuð og sætta okkur við að vera ekki saman í þessu og það þar sem ég óttast og það sem ég þætti áhugavert að fá samtal því við erum siðverur þegar ömurlegi hluti gerast eins og bara stóri sjúkdómar koma upp í fjölskyldum eða hörmuleg slys verða og hvað gerum við til þess að finna tilgang þegar engin tilgang með þess sem gerist? Jú, við safnum okkur saman, við stöndum saman við ástundu nærveru og það það sem ég óttast sem siðfræðingur og líka bara sem kristinn maður og yfir höfuð sem faðir og afi og allt þetta ég óttast að við séum að byrja að sætta okkur við tilgangsleysi
í menningun okkar. Við séum að leyfa samfélaginu að kólna upp þannig að samfélagslímið bara leysist upp og við endum með því að vera bara meira og meira svona hver og eitt að passa okkar. Þetta er minn ótti. Þetta er það sem ég hef áhyggjur af. Og þannig að getum við, og þess vegna er mitt innlegg í þetta, að því að ég segi, heyrðu, nei, góð samviska er ekki boði, en eigum við að slæfa samvisku okkar eða eigum við að taka erfiða samtalið og mín tillaga er svo að segja, heyrðu, getum við tekið samtalið út frá þeirri forsendu að við sitjum öll við borðið og við inngildum allar manneskjur. Inclusion. Getum við það? Eða ætlum við að fara þá leið sem er orðin mjög á döfinu upp á borðinu í mannfélaginu í dag að segja, heyrðu, við verðum að tryggja bara öryggi okkar og eiga þægilegt líf og sætt okkur við það að það er á annarra kostnað. Það er þetta sem ég hef áhyggjur af og þá óttast ég að og þá tek ég undir með einum góðum fræðimanni sem sagði ef ég á þægilegt líf að því leyti sem að mitt þægilega líf byggir á þjáningu annara þá get ég ekki sagt að það sé gott líf og það er alltaf þarna sem ég er að horfa sem siðfræðingur og sem bara manneskja og við lifum í við alveg brjálæðislega flóknar aðstæður. Við erum með útlendingamálin og við erum með lofskeiðsvandan og við erum með marghátta svona innbyggða mismunun í samfélaginu okkar. Getum við unnið með þetta út frá þeim forsendum við séum öll við borðið eða ætlum við að halda áfram á þeirri leið að segja, heyrðu gott og vel, við skulum leysa þetta frá sjónarhóli lúxuskarlsins. Þetta er svolítið þarna sem ég er stættur. Þú ert að leysa heiminn og þú ert líka að kveikja í umræðu karlmennskuna og þá er þetta líklega karlmennsku hugmynd það að lausn okkar er bara að skara fram úr okkur kallana. Bara ég á jeppa, segðu mér að ég hefa nátt fyrir mér. Já. Það sé innbyggt inn í karlmennsku hugmyndur okkar. Hvar kemur lúxus orðið inn í skilgreininguna þarna? Býr hann við svona mikið lúxus? Þetta gæti verið elíta, það gæti verið svo sem að flýtur ofan á, að ég meina bara ekki verða undan hennar, vera bara rjóminn sem flýtur ofan á. Þú ert náttúrulega í rauninni að lýsa öllum Íslendingum í samhengi við heiminn. Já. Þetta er ekki bara karlmenn. Nei, ég hef alltaf litið á þannig að það sé alveg ótrúleg heppni að hafa fæðst á Íslandi. Vá. Í rjómanum? Nei, ég meina það er bara þannig. Við fljótum ofan á í heiminum hvað varðar allt, við erum með vestrænt velferðarkerfi, það er ekkert fullkomið það er fullt að en svona í samhengi við allt annað í samhengi við Indland og Pakistan og stóran hluta Afríku bara stærstan hluta heimsins bara miðvesturíkin í Bandaríkjunum Yorkshire í Bretlandi það var við frábærum málum heldur betur. Þannig við erum þannig, út frá þinni skilgreiningu, öll lúxusfólk. Algjörlega. Bara við það að fæðast hér, eða búa hér. En hans er misjafn lúxusinu. Jú, vissulega. Já. En á móti kemur, án skugga er ekkert ljós. Og ef það væri alltaf jólin, þá væri aldrei jólin. Og þannig er bara heimurinn uppbyggður, þannig er líka kristnin uppbyggð. Og hún byggir á bæði ljósi og skuggum. Hún byggir bæði á þjáningu og sælu og þannig er mannleg tilvera, hún er samspil á milli ljós og skugga. Þannig að til þess að eitthvað getur unnið þá var eitthvað að tapa? Nei, það sagði ég ekki. Ég sagði bara, nei, það er ekki þannig. Ábyrgður Jómanns á undanrenninni? Það er náttúrulega ekki þannig að allur heimurinn sé eitthvað zero sum game. Hvað sagði það? Allir heimurinn sé eitthvað zero sum game? Nei. Að tap eins sé gróði annars óhjákvæmilega, nei. En það er það hins vegar afskaplega oft og náttúrulega ekki hvað síst vegna þess að það eru hópar sem hafa verulega hagsmuni af því að það sé þannig. Ég meina,
okkar ágætu kapitalistar, þeir væru það ekki ef það væri ekki fyrir það að þeir þéna á vinnu annara. Þannig að ég hef enga trú á því að á þessu verði einhver svona stórkostleg breyting fyrir en að við svona gerum ennþá róttækari breytinga á samfélagsskipulaginu í heild. Ég held að þetta sé ekkert, og eins og var nefnt hérna, þetta sé ekkert sérstaklega sko karlmennsku dæmi. Ég held að þarna séu karlar og konur álíka sek eða í svona sára svipaðri súpu. Já, kyni skipti þarna afar litlu máli. Að vísu hefur það náttúrulega verið þannig sögulega að karlar hafa haft meiri efnahagsleg völd og pólitísk völd heldur en konur. Það hefur smátt og smátt verið að breytast, kannski fyrst og fremst á Norðurlöndunum en síðan líka í Vestur-Evrópu og þar fyrir utan. Hægar í efnahagslegum völdum heldur en pólitískum? Peningarnir eru segari? Já, þeir eru það, en þeir eru líka að jafnast á milli kynjana. Ég meina, við höfum núna í upp undir 20 ár verið að horfa upp á launamun kynjana vera að jafnast, ekki að vísa aðeins tilbaka á síðasta ári. Ég var að tala um auðs. Já. Jú, það er alveg rétt hjá þér að það hefur verið þannig til skamms tíma, en þó svo að það hafi verið að breytast bæði hvað var það pólitísku völdin og efnahagslegu völdin, þá hefur það engin áhrif sko þar fyrir utan, það er að segja staða kynjana í heild jafnast, en það sem gerist er það að konur lítill hópur kvenna færist upp í valda elítuna. Þannig að það verður svona sami klopningurinn hjá konunum eins og hefur verið hjá körlunum. Já, það verður þessi skautun á milli. Það verður skautun sko. En sko það sem að allavega suma feminista dreymdi var að með þessari framsókn kvenna að þá mundi þessi mikli munur sem að hefur verið í samfélögum að hann mundi fjara út eða allavega ekki vera jafn áberandi en það er ekkert sem að bendi til þess að svo sé, enda hvers vegna ætti það líka að vera. Það var einhver kona sem sagði hérna við rauðaborðið í einhverju samtali hérna daginn sem að sagði það að eina leiðin sko fyrir konur til þess að taka þátt í karlaheiminum er að bara breyta sér í karl og það er leiðin inn, þannig þeir ekki boðið að koma upp í rjóman og með kvenna viðhorfin, þannig eina leiðin er bara að verða eins og kall og verða freki kallinn og þetta. Heldur að það get ekki skipt máli að leiðin inn, ef þú horfir á sko valdastéttina og þær konur sem hafa sloppið þarna inn, að til þess að fara þarna inn að þá þurfa að leika kallaleikinn. Þannig að það er alltaf hægt að skamma þér fyrir það að hafa ekki haft kvenlega áhrif á kallaheimin. Eða inntökuskilyrði var að vera kall. Já, ég er alltaf svolítið skeptískur á þetta með sko kvenna viðhorf og kvenna stöðu vegna þess að það er ekki þannig að allar konur hafi sömu viðhorf eða sömu stöðu. Þetta er bara afskaplega breytilegt, en vissulega er það þannig að svona ákveðnir þættir hafa þurft að breytast. Ég meina, bara Margaret Thatcher þurfti að læra að tala dýpra heldur en hún gerði til þess að ná þeirri stöðu sem að hún náði. En það er eins og sko hvort að þetta er eitthvað sérstakt kalladæmi eða ekki. Ég meina, ef þú ætlar að vera í fyrirtækjarekstri, þá þarftu að sjá til þess að fyrirtæki skili gróða. Og það er alveg sama hvort þú ert karl eða kona í þeim rekstri. Og sá gróði verður náttúrulega til þannig að þú tekur af þeim sem er að vinna hjá þér. Já, þú borgar hún náttúrulega líka. Já, en ég menna arðurinn verður til í gegnum vinnuna. Jú, en það er ekki sjálfgefið að það sem að launþeginn býr og býtum sé ósanngjarnt gjald. Launamaðurinn, hann þykkur ekki laun, hann vinnur fyrir vinnuna. Og ég veit að Ingólfur á rætur í marxismæðin. Já, ekki ég. En hann er líklega tala út frá því að það sem kemur í launumslagi er bara hluti af arðinum, hitt situr eftir á þeim sem áttu fjármagnið. Þannig að við skulum ekki kannski... Og atvinnutækin, ekki glemma því. Ég kemur úr Adam Smith skólan, þannig að þetta verður áhugavert. Þú kemur úr Adam Smith skólan. Já, nefnilega. Seinni tíma túlkun Adam Smith. Ég var mjög harður frjálshyggjumaður fyrir svona 30 árum. Já. En ég hef línast mjög mikið af stöðunni. Nú er ég bara svona hægri krati. Og af hverju línaðist? Þegar lífið gerðist bara. Það fór að vinna fyrir sér og reka fjölskyldu og svo veiktist ég líka. Fyrir svona 10 árum síðan.
en ég var nú svo sem löngur en hægri kræti fyrir það en þetta bara, þú veist, þegar lífið gerist þá sér maður að hérna þessi harði kapitalismi ekki algjörlega málið, heldur kannski kerfið sem við höfum komið okkur upp á Norðurlöndum sem að gengur út á atvinnufrelsi og gott velferðarkerfi. Þetta áhugavert. Það finnst mér sko að við erum sko að mér heyrist þú sko þetta það sem ég tala sko mér finnst þetta með heimildavalið sem við bara höfum þegar við horfum á lífið og líka efnahagskerfið að hafa sko geti víkkað heimildavalið þannig að sko hugmynd mín sko bara efnahagsmál sé þannig að það sé hagur sko ekki bara hagur fárra þetta er spurningum almannahag og það er það sem ég hef aldrei skilið og svo með að skilja þetta með hvað það varandi almannahag sem að við hefum svo erfitt með að einhvern veginn að samþykja sko má ég máta eitt við þetta? Já. Ég að hlusta á okkur að reyna áttam á hvort ég skilji hugmyndina lúxuskallinn en ég held ég sem búin á þessu ég held að ýktasta útgáfa núna gott að sækja eitthvað svona ýkt sem maður viti hvort maður skilji það eða ekki eitt sem maður verið var við er að það er mótmæli það hópur fólk sem álítið öfga fólk hérna á Íslanda þegar það er að berjast fyrir einhverju gangi út í hérna stóru heimi og það er einhverju kallar, eiginlega alltaf kallar sem eru mjög upptekin að því hvað það er sko asnalegt og skrítið að einhver skuli vera að gera þetta sínum málstað og ég upplifa svona hugsunum sé að það sé vera að valda einhverjum usla hérna í okkar samfélagi vegna þess einhverju aðrir út í heimi Palestínu eða eitthvað gangi þar og hvað er þetta fólk að sko pressa á íslenska ráðamenn að þeir að beita sér og þeir sjábyrgir og okkur lítur fólk sér ekki bara nær og það fyrir að túlka þetta bara sem bara eitthvað svona hroka að vera vanþakklátur bara fyrir allt sem að er búið að gera hér fyrir þetta fólk og af hverju ertu að sýna þetta vanþakklæti og þarna er svona smá umræða fyrst mér svona þvert yfir svona tvo mjög ýkta hópa kannski og svo maður á að taka hinn pólinn þannig að kannski fólk sem bara fuðrar upp með því að gera eitthvað málstað að bara lífi sínu og maður velti fyrir sér bara þetta heilbrigt fyrir geðheilsu fólks eða eitthvað að bara til eitthvað lífi sínu svona bara allt í einu eitthvað sem gerist, ég veit ekki ég lít á sjálfa mig sem örugglega nær hóp mótmælenda eða eitthvað og en samt kannski er maður eitthvað smá lúxuskall sko að alltaf fólk ekki að passa sig að gangi ekki bara fram að sér í þessum mótmælum sko en kannski er ég ekki stað komin út fyrir skilgreiningar þú gætir tapað að hugsa aðra já ef ég mjög tvo ykta svona póla til að reyna að skilja þetta er skautunin sem ég tengi við þetta sérstaklega á þann hátt sko að árið 2002 þá fórum við kona mín í 3 mánaða bakpokaferðalag heiminn og við byrjuðum á Indlandi og vorum í mánuð þar að ferðast og þar fundum við dálítið þessar öfgara því að við ýmist gistum hjá mjög auðugu fólki sem við þekkjum þar og eða bara á hostelum þar sem og umgengust svona kannski nánast þverskurð allra indversku þjóðarinnar tíma. En maður fann svo sterkt fyrir því þegar maður var á götu í Delhi og þú veist, ég er ekki að tala um fátækrahverfi á þessum tíma í Delhi, það voru bara fátækir allstaðar og þá er ég að tala um fólk sem er algjörlega blásnutt og lifir á kannski innan við $0,5 á dag. Að maður fann svo sterkt þessa tilfinningu að hversu sko þessi hryllingur nísti mann í hjartað að sjá börn sem að voru svo bláfátæk og þau áttu ekki með eina tusku til að skýla sínu allra heiligasta og enga skó og ekkert að borða og enga von. Að svo hugsun svona læddist að manni er pláss fyrir allan harm heimsins í hjartana mér.
Get ég tekið allan þann harm inn á mig eða þarf ég að, eins og þú orðaði svo fallega áðan, að slæfga samvisku mína eða skilir þarna á einhvern hátt. Bara til að lifa af. Þetta er nú uppáhald spurning Guðfræðinsins býti við. Er hjarta mitt nógu stórt til þess að rúma allan harm heimsins? Þetta og ætli ég að slæfa hana eða ætli ég að lifa við særða samvisku. Þess vegna held ég núna, einmitt menn að segja, við erum bara að lifa biblíulega tíma, af því að það er svo mikið drama í gangi í veröldunum, að segja við erum að lifa biblíulega tíma og þá held ég nefnilega fólk meini, við erum að lifa tíma sem að reynir á alveg svona það sem að langtíma minni mannkins kikkarinn og við þurfum svolítið að spyrja okkur, hvernig hefur fólk brugðist við, hvernig förum við nú að þegar hriktir við upplifum það að ég hef allavega ekki á minni tíð 60 maður upplifað að það hrikti gríðarlega í stóðum einhvern veginn bæði þjóðfélagsins og líka heimsmenningarinnar og sjálfst erum við öll sammála það. Nei, mér þetta bara hjótt út af Indlandi að það verið stundu verið talað Tolstói-syndrómið vegna þess að hann var þeirra skoðunar svo lengi sem að einhver þjáðist í heiminum þá gæti hann ekki verið frjáls eða hamingjusamur en þetta leiðir óhjákvæmilega til þess að maður lamast. Því það er náttúrulega útilokað að bera allar syndir heimsins, það er ekki nema eitt sem hefur afrekað það fram að þessu og ef að maður fókuserar á það er allstaðar einhverjir sem eru að þjást og ég get ekki bjargað öllum, er þá ekki eins gott að sleppa þessu bara alveg og hjálpa engum. Þá lifur við, hvað það eru, særðarsamvinsku? Þú veist að það er ekki boði bara happy go lucky og ég get ekki verið glaður nema bara allir séu glaðir en ég veit það en ég ætla að vera glaður miðað við þær aðstæður. Án þess að kæfa það niður. Ég er ekki að loka augum mínu fyrir sársaukunum út á götu og sársauka í öðru fólki til þess að vera glaður. Nei, en þetta höfum við séð svo mikið í umræðunni heima, í hver skipti sem að einhver vill aðstóða flóttamenn eða einhverja slíka að þá koma einlegg í blöðunum eða á samfélagsmiðlum það eigum við ekki að líta okkur nær, það er fólk sem að kemst ekki inn á hjúkrunarheimili og annað. Við höfum nóg með okkur. Já, við ættum bara að hugsa okkur. Sem ég verið að tala áðan, íkt útgáð þessu sem af hverju eru aðrir að blöskrar að aðrir séu að taka málstað annara. Þannig ég var með svona ennþá yktari útgáð þessu en svo segir við höfum nóg okkur sem ég hef nóg mig og svo er enn annar sem segir ég hafa gott og það er bara skrítið að ætla að fara að taka upp málstað annara. Það er kannski ögrun við fólk ef þú tekur upp málstað annara að þá er það ögrun gagnvart mér að ég ætti að gera það. Þannig að ég forsmái þín að segja þú ert bara hræsnari og þú ert að gera þetta bara fyrir eigin hag og þetta þekkjum við í bara gegnum allir sem hafa tekið upp málstað hinn að veikari. Það er alltaf reynd að forsmá þá að þeir séu raunverulega ekki að þessu. Bara what's your problem? Það hlýtur að vera eitthvað Ég er með svona síð miðaldra teika á þetta þegar þú ert nú talsveit yngri en við að ég held að svona flestir sem er eitthvað að pirra sig á ungu fólki sem er að mótmæla eða fólki sem er að hjálpa öðrum á einhvern hátt eða síð miðaldra fólki sem er að mótmæla eru kallmenn á mínum aldri og eldri og ég held að þetta sé bara hormónavandamál ég held að þessi bara pirraðir og sérstaklega pirraðir á ungu fólki og ef þegar ungt fólki ferði að pirra þig þá áttu bara að fara til læknis og bara skrifa upp á eitthvað. Má ég aðeins að því að koma að hjartað af því að maður gæti sagt þess svo að kærleikurinn er þannig fyrirbrigði að hann rúmast ekki í stærra íláti heldur en einu mannshjarta. Þannig ef að maður segir sem svo að mitt hjarta getur ekki rúmað sársauka heimsins, þá er maður raunverulega að segja það að það er ekki rúm í heiminu fyrir sársauka heimsins og þá er maður að loka augu sinni fyrir því. Við erum náttúrulega sjálfstæðar veraldir og það sem er mennskan í okkur. Mennskan rúmast bara í einni manneskju. Þannig ef okkur tekst ekki að hafa pláss fyrir sársauka heimsins í hjartanu okkar, þá erum við raunverulega að úthýsa því út úr heiminum.
Það ekkit annað, það ekki svona hjartastofnun Íslands sem að tekur við þessu eða eitthvað annað. En ef við má aðeins bara þetta er bara svona klassísk, humanísk og kristin afstæða. Já, ég alveg sammála því, en það sem að maður stendur frammi fyrir, þegar maður stendur út á miðri götu í Nýju Delí og það eru þúsundir bláfátækra barna sem ekki málungi matar allt í kringu þig, að því langar til að gera eitthvað í þessu. Og þú verður að svara því kalli, alveg eins og þjóðamál í Gaza. Þú verður sem manneskja að svara því kalli. En þú verður bara leið og ferða að búa til planum að hvernig þú ætlar að gera það kemst að því að það ekkert sem þú getur gert. Nei, þetta ef ég get ekki berga heiminum, ef ég ekki Guð, þá ger ég ekki neitt. Nei, þá ferðu heim. Þú lifir sem manneskja. Þá ferðu heim og elur börnin upp í góðum síðum og reynir að skila heilbrigðum og heilstiftum einstaklingum út í heiminn sem kannski geta gert eitthvað í. Fólk svarar þessu bara með mismunandi hætti og það ekki þannig að allir svari sem sama hætti. En ég held að það að lifa í heiminum og vera með hjarta og mennsku að svara þjóðamorðin í Gaza, hungrinu í misrétti milli suðursins og norðursins, óréttið okkar samfélagi, fyrirlitningurinn sem sumt fólk fær hérna og rallust og hvað fleira. Þetta allt áskorun fyrir okkur að taka þátt og svara þessum einhverjum hætti. Ég held að það sé ekki, hinnkosturinn líklega lúxuskallinn að segja bara, heyrðu, ég get ekki borið þetta allt saman, þannig ég ætla bara að búa mér og mínum betri aðstöðu. Það þessi lömun, mér finnst þetta mjög ég fagna þessu samtali, mér finnst þetta náttúrulega mjög bara heiðarlegt. Við erum að horfast í augu, heyrðu, já, ef við horfum raunsæjum augum á veröldina með allt ránglætið, alla þjáninguna, það svo mikið af vonleysi og það mannlegt að lamast hreinlega, upplifa lömun og stattur í hvaða borg var þetta? Delí, já. Gunther Grass skrifaði mjög fína setningu sem var farðu til Kalkúta og skerðaði tippið. Hann var að lýsa þessu. Já, akkurat. Það horfið fram fyrir óhugnanlega örbrigð og vonleysi og það var þetta... Það var ekki meina bókstaflega, ég taka það fram. Nei. Þú bara heim og egnaðist 4 börnum viðbót. En það sem að ég tók eftir sem þú sagði, Karl, þetta með að ég var, sem þú ert að segja, sem yngri maður, þá hafði ég svona efnahagslega og félagslega sýn sem að miðaði að því að menn skildu bara verða best útgáfan á sjálfum sér og hver skildu hugsa sig. Við skildum hafa efnahagskerfi sem miðaði að hagsmunu þeirra sem að raunverulega gætu svona bara gert sjálfa sig gildandi og svo höfum við viljað trúa því og þannig okkar efnahagslega sýn ennþá bara, efnahagskerfi sem við lifum við, það gengur út frá því að við skulum reka fyrirtækja vel og þar af leiðandi ef að þar myndast gróði og maður skul ekki skamma sig fyrir að græða, aldeilis ekki og svo þegar það komið gróði þá mun það tripla niður og það munu á endanum allir verða betur setti. Þetta var vonin triple down teorían svo hefur það ekki reynst vera þannig. Heldur hefur það gerst að margt gerst á leiði en þú segir hins vegar bara lífið gerðist ég meðal hans ég þurfti að takast á veikindi og við höfum stundur hleyjaði í hjónin að þegar við vorum ung við fórum á svona reunion í MA því kona mín var í Jóna, hún var í MA og það var mjög skemmtilegt fólk, mjög skemmtilegir bara afgangurinn og gaman að hitta fólki og svo vorum við all 30 og þá vorum við að halda upp á það var 10 ára reunion fyrir löngu síðan, fyrir 30 árum síðan og þetta var þegar uppatíminn uppatíminn var og allir bara hugmyndin að meika það var þarna og það stóð ekki á því fólki kom og það var mikið það voru allir að presentera hvernig það væru á leiðin að meika eða ég hafði búin að meika svo liðu 10 ár, það var aftur reunion þá hittist allt öðru sér hópur og þá var eitt sem sagði, brjótu bara í sig, hver eru búin að skilja hérna? Hver eru orðin gjaldþrota? og það var bara fertugt fólk og það var mikill hlátur og svo var það mikið samtal og einhvern veginn ung gæðingshrókin var farin
En það þannig, sko, þegar þú finnur umgengnisroka hjá tvítugri mannesku sem að, sko, bara veit bara, heyrðu, ég sætur og sexy og heimur býð eftir mér, sko. Og og þú upplifir umgengnisroka, þá bara, já, gott að finna að það bara, það bara, þú bara stattur þarna, þú bara stödd þarna. Ef þú síðan hittir fertuga mannesku sem ennþá með bara, það alltaf gerast og bara bara sömu hlutir í gangi og manneskjónan fertug, þá hugsaðu, hvað fyrir úrskeiðis? Þessu í læginu hann að slá í gegn. Já, lífið hefur ekki auðmýkt. Að einhverjum sökum hefur reynst mér að megn. Akkurat. Hvað sagðir þú? Slá í gegn, að einhverjum sökum hefur reynst mér að megn. Já, ég veit. Svo góða setning. Sko, þannig að þetta með að lífið auðmýki okkur og að við drögum ályktanir og að við víkkum út heimildavalið og svo þegar við þannig að það sem ég held, að því að við erum, svo þetta kalla spjall. Það stendur á góðum stað, sko, mitt í henni gömlu ritningu, þegar sem að sko, menn fyrirgefa það, þegar ég vitna í ritningarnar, því ég náttúrulega bara guðfræðingur, og það svo mikið af, sko, vitnesku, sko, það langtíma minni mannkins, liggur líka þar, sko, aldeilis. Og þegar allt sem að englar segja í biblíunni eru, sko, yfirskriftir og þetta er ekki sko, skrifað af fáitum, sko. Það verið að tala aðalatriði lífsins og þegar engillinn Gabriel látin tala, sko, þá þetta algjör yfirskrift. Og það sem hann segir við föður Jóhannesar skírara sem að, hann að tilkynna þessi að Jóhannes skírari muni fæða sem að muni hafa það hlutverk að innleiða komu Messiasar, og þá segir engillinn hann mun snúa hjörtum feðra til barna sinna. Og ég man hvar ég stóð þegar ég las þetta og uppgátaði þetta í fyrsta sinn, sko, allt í bara, já, heyrðu, þetta málið. Sko, kjarni, og þannig mín guðfræði og mín siðfræði. Ég held að kjarni þess sem ég vil kalla kristendóm og líka það sem ég vil kalla heilbrigða skynsemi, ég held að við þurfum kallar. Við þurfum að útvíkka okkar heimildaval og horfa á sko það sem viðkvæmt, við þurfum að gæta þess að allt sem viðkvæmt að það hafi vaxtarskilyrði og kallorkan, og þar kemur kannski að sameiginlegri samvisku karla, sko, að karlorkan getum við verið aðilar að því, getum við viðurkennt að karlorkan í veröldinni hún hefur oft á tíðum starfað þannig að allt sem viðkvæmt það hefur fölnað og vissnað og jafnvel dáið eins og undir það ekki bjart í sumarhúsum. Þetta, sko, þetta skemmtilegt að við skulum nefna þetta, því að það alveg sama, sko, hvaða hetjusögu þú lest, hvort sem það sko Ódysseifskviða Hómers eða hvaða önnur hetjusaga, það náttúrulega ein klassíska hetjusaga. Það gengur allt út á það að hetjan komist í heila höfn. Já. Ég meina, Ódysseifur þurfti að berjast við kíklópana og hann þurfti að forðast sönggyðjurnar og komast á 10 árum aftur heim til Penelopu og það var þangað sem hann vildi komast heim í heila höfn. Grímur Thomsen, ég meina, þrautgóður, þú veist, þéttir á velli, þéttir í lund, þrautgóður á raunastund. Davíð Stefánsson, Brennið þig vitar, sem endar á, þú veist, Brennið þig vitar, lýsi hverjum landa sem leitar heim og þráir höfn. Öll þessi kallmennska gengur út og þá komast heim í höfn til konu og barna. Þetta er kjarninn í kallmennskunni. Það er það að gæta það sínu og vera heima í heilli höfn. Þetta er fallið, þetta sko, ég tekur undir þetta er edrú, vil ég segja. Þetta er edrú karlmennska. En þetta er líka svolítið lúxuskall því að þessi kall er góðu skaffari. Hann er búinn að hífa fjölskyldu sinni upp í rjóman, annars kemur hann ekki heim. Já, hann á allavega heila höfn, hann á einhverja höfn, hvort sem svo höfn snýst það að hann hafi haldið friðum í sínu nánustu, systkini, foreldra. Það er heil höfn, hann heldur friðum í börnin og maka sinn, það er heil höfn. Það er ekkert í því sem kallar á einhver mat og efnanslegri stöðu.
En hann á bara heila höfn og heila höfnin getur verið sko annarkvort bara vinátta og kærleikur sinna nánustu eða 800 fermetra einbýlishúsi í Garðabænum. Það er líka því að þú notaðir Schwarzenegger sem dæmi frekakallinn, hann alltaf einhverja heila höfn, það einhver lítil fjölskylda sem hann að vernda og hann til að tortíma heiminum fyrir hana. Þannig að höfnin fylgir alveg frekakallinum og ég veit ekki með segakallinn og lúksuskallinum. Fyrst við erum að fara að tala Arnold Schwarzenegger, þá skulum við segja sko að hans gamla ímynd og það má segja það saman George Clooney. Hans gamla ímynd og hann bara nýbúinn að gefa út mynd á Netflix með Brad Pitt sem gera sko þvílíkt grín að klassískri karlmennsku og ég hveti ykkur til að horfa á hana. Það sem að George Clooney segir núna karlmennsku er raunverulega bara tilfinningagreind sé hinn einu og sanna karlmennska. Það að geta átt í friðsælugum samskiptum við sína nánustu og haldi friðinn. Það er ekki þessi gamla átakameða karlmennska sem hann að tala Arnold Schwarzenegger, ef þið hlustu það sem hann að segja í dag, hann náttúrulega bara friðasinni og dreifir kærleik út allar koppagrundir. Já, ertu að segja satt? Já. Það er Þú voru skiptum tákmynd fyrir frekakallinn. Já, ég myndi Þetta er spennandi. Gamli Arnold Schwarzenegger, hann var náttúrulega bara rist Schwarzenegger ungur. Já. Þetta er spennandi. Já, en það hefur náttúrulega fylgt karlmennskunni afar lengi og þetta hlutverk að vera skaffarinn í fjölskyldunni og það er ekki gert fyrst og fremst til þess að öðlast einhver völd eða öðlast einhver yfirráð, heldur það vegna þess að þér þykir vænt konun og þér þykir vænt börnin þín og þú gerir þetta sem ætlast til af þér til þess að þau hafi það þokkalegt. En jafnframt þá hafði þetta lengi vel og það held ég eitt af því fáa kannski sem að skána í heiminum. Það hafði það í för með sér að tilfinningagreindin var barinn úr okkur vegna þess að við þurftum að vera harðir. Menn voru að sækja sjóin til dæmis, þið þurftu að vera harðir til þess að geta sinnt því og það hafði það í för með sér að þegar að komu einhverjar svona tilfinningar sem að mann gátu upplifa sem veikgeði eða eitthvað slíkt að þá var það bælt niður. Einhver allra besta bókin sem sýnir þetta eru endurminningar Sæmundar í Hergilsey. Hann var uppi undir lok 19. aldar og byrjun þeirra 20. Og hann segir frá því hann missir 3 eða 4 börn með einum eða öðrum hætti. Og lykilatriði hjá honum var það, hann segir það með þegar hann missir eina dótturina, þá var mér nokkuð brugðið en þó held ég að enginn hafi séð það á mér og hann hrósar konu sinni fyrir að vera alveg eins. Það var okkar markmið að enginn sæi okkur bragða og þetta var svona kjarnin í þessari klassísku karlmennsku en eins og ég segi til allra hamingju þá hefur svona fjarað undan henni á síðustu árum og við sjáum bara allar þessar bækur sem hafa verið að koma út á íslenskunum á síðustu árum, bæði þar sem að feður eru að lýsa reynslu sinni af því að taka þátt í uppeldi ungra barna, karlar sem að brotna, karlar sem að eiga við áfengisvanda eða einhvern annan slíkan að stríða. Þeir eru sem sagt æríkari mæli að opna sig sem tilfinningaverur og ég ítreka það. Þetta er eitt af því fáa sem fer skánandi í heiminum. Karlandir er eitt af því fáa sem fer skánandi í heiminum. Ég ætla að brenda það ekki það. Ég held líka Arnold Schwarzenegger er örgulega orðið úreld táknmynd fyrir eitthvað svona karlmennsku í dag þetta er kannski við dettur hug bara svona 2 svona karlmennsku táknmyndir. Ég var að horfa á Gladiator daginn, það kom Gladiator 2 þá ætlum við undirbúa það og horfa á nummer 1 það sem Russell Crowe leikur skylmingaþræl og þá var hann ítt út í svona ódæðisverkin hann er alltaf að hugsa fjölskyldur sínu sem þú veist að tala hann. Það er klassísk hetjusa. Já, geggjum hetjusa, það kemur mýktin inn í þetta. Hann er svona, það er eitthvað svona dýft í honum og mýkt í honum. Og alltaf á leiðinni heim. Hann er alltaf verið að óta honum úti, hann alltaf gerður bara að þræl, þar sem honum er ítt í slagsmálinn og svo koma geggjaða slagsmálar seinar og svona. En það er eitthvað svona við að sjá að hann getur varið sig og hann getur orðið svona flottur í skylmingum og svona sem að held ég að flottur á velli. Já, flottur á velli ef til þess kemur. En hann er ekkert að svona eigin frumkvæði fara út ykkur þannig vitleysu
og ég held að þetta sé, og svo hins mér var að pæli þegar við vorum að tala hérna er svona Bruce Springsteen, svona algjör kallmennsku, toppmynd sko en rosa mikið mýkt og rosalega hérna litli stælar en hann glittir í það samt svona smá svona, þegar til þess kemur að smá raspur í röddinu þegar þarf sko þetta svona nær kannski svona nútíma kallmannunum sko en mýktin númer 1 eiginlega sko. Það alltaf, sko, svo erum við líka í svona okkar samfélaginu að takast á einhver svona öfgakallmi sko. Svona einhverja toxic kallmi já, einmitt, toxic kallmi sko. Hvað heitir hann það vitleysingurinn sem var handtekinn í Rúmeníu hérna Andrew Tate já. Ég fekk nú hland fyrir hjarta fyrir nokkrum mánuðum síðan þegar hérna, ég sá að sonur minn sem 12 ára hafiði einhvern veginn það markhópurinn sko já, komist yfir einhvað content með Andrew Tate þannig þú þurfti bara að ræða við hann þetta var ekki góð fyrir gott að geta gripið snemma inn þarna já, en hérna og svo bara það bara hérna mikið tala það með sérstaklega með svona ungra alternatív hægri manna að sko tradwife sé máli núna að það svona traditional wife sem að bara býður heima og í jóka og fegrunaraðgerðum á daginn og kallinn úti að skaffa og hún sátt með þetta í þessum heimi og þetta í alvöru trend núna sko. Þetta þetta kannski bakslægið í kallmennskunni ákvarðat núna nákvæmlega þetta, bara mjög eitruð og ruggluð kallmennska. Já, svona pendulun sé að svinga tilbaka og við þurfum að með mikið, það eitthvað svona í fortíðinni sem eftirsóknarvert svo við þurfum að innleiða upp og nýtt einhvern veginn sko. Þetta kom fram bara í síðasta þætti og var einmitt eitt faðir sem satt hérna og sagði nákvæmlega þessum son sem hafði áhyggjur af efninu sem við vorum að horfa á sem var þessi tegund að veitarari kallmennsku. Þetta er mjög áhugavert og við þurfum að þetta mikilvægt að ræða. Ég held að besta sem að bara sem að kom með eitt uppeldisráð hérna fyrir áhrendur og hérna vist þetta það er best að ég með krakka alveg frá 27 og niður í 12 ára og ég fundi alveg gríðalan mun á elsta barninu og bara stig af stígi sko niður í þessi 12 ára hvað er miklu auðveldar að hafa áhrif á eldri börnin en yngri börnin, þau eru bara undir miklu meiri áhrifin frá þessu tæki hérna og það besta sem getur gert fyrir börnin að benda þeim á sko góð leitarorð á Google það ítir algoritmanum þeirra í kannski rétt átt þá fyrir efni sem þau fá að vera heppilegra heldur en ella. Má ég skjóta inn ég hitti daginn unga karla þetta er ekki svona 27 pluss mínus eitthvað 2 ár eitthvað hópur alltaf ekki svona 11-12 og umræðefni var að vera faðir og það sem að mér fannst áhugavert að vera að hlusta á þá var að virkaði á mig að þeir vera kynslóð þar sem að til þess að vera velukkaðu kall í dag að þá þarf það að vera náttúrulega þú þarf að vera svolítið smart og sætur og vel klæddur og þú þarf að vera frábær elskugi og frábær faðir þú þarf að vera góður skaffari og þú þarf að vera eldklár og bráðfyndin og guðmaður hvað og þetta, með að sko listin verið svo langur að ég fór bara svona eiginlega automatist að hugsa aftur til kannski þinnar kynslóðar, svona 68, þú kannski of ungu til þess að tilheyra alveg henni, sem að stóð frammi fyrir þessu sama, til þess að fitta inn í einhverja kategóriur, til þess að vera velukkuð manneskja, að þá þarf ég að uppfylla svo mikið, að við verðum bara að sleppa einhverju þessu, en ég ætla bara að klæðast í fötunum sem ég finna á einhverjum mörkuðum og kosta ekki neitt, ég ætla bara að segja bara fuck you við einhvern karriér og eitthvað svoleiðis, og þannig að ég ætla bara að vera að lifa, vera almennileg manneskja og ég ætla að fara að einbeita mér á því. Það sem ég er ekki að segja hvernig fólk á að velja þetta, en ég upplifði það að ungir herrar í dag listin sem þeir þurfa að fylla upp er svo langur þeir þurfa líka frábæri kokkar og ég veit ekki hvað þeir þurfa ekki að vera sko. Og með góða smekk og alls konar, þannig að ég hugsaði bara heyrðu, ef að þeir ætla að reyna þetta þessi strákar, að þá munu þeir sko tortíma sér á þessu. Því að þeir munu, endanum munu þeir, þú veist að þau eru að afla svo mikla tekna og eitthvað svoleiðis að þeir munu ekki geta gert neitt af öðru, þannig þeir verða eiginlega, þeir alltaf uppfyllit allt saman og meðal annars heyrði ég frá 2 eða 3 sem að voru í hópnum, sem voru með þessa hugmyndur að þeir ætla að skaffa svo vel að kona geti bara heima, þeir ekki að vera að vinna nema hún bara helst vildi það.
Þannig að, ég veit ekki. En þú ert þarna að lýsa í raun og veru sko því sama eins og sko kvennarhreyfingin hefur talað sko sem ofur konurnar sem að þurft að gera akkurat þetta allt saman. En það sem ég fannst nú samt svona áhugaverðast í þessari lýsingu eða þessari upptalningu, það var þetta með að vera sko frábær faðir sem að var þá ekki nauðsynlega það sama og að skaffa vel. Og það held ég að séu breytingar sko að við höfum séð á Íslandi á síðustu svona 20 til 30 árum sem í raun og veru byrjaði sko þegar okkur var hleypt inn á fæðingadeildina, þegar við fengum að fylgjast með því þegar að nýtt líf kom í heiminn og síðan verður gegnum sko lögum það að við getum líka verið heima í fæðingarorlofi og sinnt smábörnum. Að þetta hefur allt saman haft það í för með sér að karlmennsku hugmyndir okkar hafa breikkað og inklúdera núna þetta að vera náinn og raunverulegu faðir. Ég man eftir því þegar elsti sonur minn fæddist fyrir rúmum 40 árum, ég man eftir mér sko 19 ára sko með barnavagn og ég þurfti að fara í gegnum það, byrju, hvernig lúkkar þetta? Að vera með barnavagn. Er þetta í lagi? Já, er þetta í lagi. Ég er kall. Og ég man eftir að þurfa að fara í gegnum það og þetta er sko, svo langar mig sko varandi ákveða þessar kröfur og þessa kynjun, alltaf þessar ofboðslega miklu kynjun sem er í gangi, getur verið sko, alltaf þegar ég kem að almenningssalernum, það sem eru beggja allra kynja almenningssalerni, það var eitthvað sem að sko gleðst inn í mér og hlær við að mig grunar að sko það sem að núna er að gerast þegar að því við erum með öfgarna sko við erum með svona tilhneigð ýmsar áttir, annars vegar það einmitt að bara að fara út í öfgafulla karlmennsku og bara tratvæf, þetta ég var að heyra til fyrsta sinn núna, tratvæf, gæðilegt og og þetta eru öfgar eða svona að fara út alveg istu bara mörg. Og svo er líka bara hópur ungu fólki sem segir, heyrðu, við nennum þess ekki, við erum bara, heyrðu, ég er bara ekki strákur og ég er ekki stelpa. Ég ætla bara að skilgreina með þessu byttu. Af hverju þetta? Ég vona réttara sagt. Ég vona að þarna sé mannsandinn að rísa upp og hafna rembingnum. Ég vona að þetta sé húmor mannsandans að segja bara, heyrðu, leiða þessu rembingi. Og ég held að ástæðan fyrir því að þjóðin upphaflega sko þegar sungið var sko ég er bara eins og ég er og þjóðin fór á gaypride. Akkurru fór allir á gaypride? Akkurru var þetta eins og þetta er hérna hjá okkur? Akkurru fara allir með börnin sína á gaypride og hverju verða að fagna? Ég held að þetta sé það að við nennum ekki rembingnum. Þetta er sambarlegt og þeirra strákar byrja að safna hári á 7. áratugum. Já. Ég held það. Já. Og við erum bara svolítið að segja. Það var náttúrulega rosa statement, sko, eitt smartasta statement sem þekkist. En þá voru menn teknir úr skóla og farið með og við með valdi, sko, til þess að láta klippa og það var alveg lykilatriði að það sæist í eyrun á strákum, sko. Þeir unnu. Við erum hár vera dálítið afmetið í nútíma samfélagi. Ég tek undir það. En Jökull, lýsing sem ég var með, því að þú ert nú á þessum aldri eiginlega. Og þú átt ung börn. Fæddur 86, ég úling. Þú þarft að standa þig vel í karriér og vera faðir og þú þarft að verða allt saman til að fitta. Heldur það séu meiri kröfur á strákunum í dag heldur en kannski var þeirra? Já, ég veit ekki hvaðan þessar hugmyndir komur frá, þú veist, einhverjum algoritmum og fólk leitar fyrst inn í símann, þú veist, að ímyndin að henni fullkomna verður til þar, sko. Það safnast saman úr öllum áttum og púslast saman, sko. Þetta er ekki bara að horfa á pappa, hvernig pappi var eða eitthvað svoleiðis, sko. Það er engan veginn nóg, þú ert með bara einhverja tölvu sem er bara mataði með, sko, einhverjum checklista, sko. Og allir eru að horfa á sama listan og þá verður listin svo voldugur. Þú veist að hinn eru að fá það sama. Heldur þú að hinn sé að hafa það saman? Já, við erum að fá svona einhverja, jafn flókin og stóra lista allavega, sko. Og svo kemur kannski date-menningin í þetta líka, sem að ég veit ekki alveg hvernig er, en mér svona, hún sýnist svona, ef maður er að pikka upp svona umhverfið, ljósvakamiðlana og það samfélagsmiðlar sem ég er að fylgjast með, Twitter og eitthvað svona, er búin að breytast bara mjög mikið, sko. Og hvernig? Bara þetta eru
stefnumótamenningin náttúrulega keyrið áfram af hugbúnaði líka. Þú mattsar eða mattsar ekki og algoritmin ekki sympatískur eða bara þrengir bara optionuna niður fyrir 80% af öllum og sprengir út valmöguleikuna fyrir hinna og kannski það að hafa áhrif á þetta sko. Ímyndina hvað væri nóg til þess að vera gjaldgengur bara hvað hugbúnaðurinn ofsa fenginn í að höggva út akkurat einhverja ideológíu og hugmyndir sem þarf Kann ekki vera einu sem eiginlega sko þannig eitrað karlmennsku þið kannist við incel sem svona hugmynd það að til þess að við strákarnir konunnar takja okkur þá þurfum við að vera svo fullkomnir við þurfum að fylla allan listan og að því að við fyllum ekki allan listan þá hafa konunnar hafnað okkur og það bara að sækja í einhverju örfá og lúxuskalla hjá þér en við setjum eftir þannig að það er merkilegt að heyra þig lýsa þessu að því að þetta svona Einsélarnir kalla lúxuskallin chat Já en þú veist, ég sé þetta í gegnum vini mína sem eru á lausu og svona, þetta orðið brjálæðislegt og bara alvöru áhugjefni sérstaklega líka bara út frá fæðingatíðni og öðru sem við erum ekki búin að tala hérna en sem náttúrulega ætti að vera explosive umræðefni sko. Já, sem ætti að vera á torginu á Rúvi í kvöld falli í fæðingatíðni, þetta náttúrulega ótrúlega að sjá þetta. Þetta bara sláandi sko. Ég held þetta að vera bara slys í eitt árið sko, svo bara lækkar það aftur næsta ár. Þannig þá finnst mér að tilefni til þess að vera ræða þetta. Já, en við erum náttúrulega bara að færast nær sko Evrópu meðaltalinu. Þetta kollektíft sjálfsmorð sem að Evrópa að fremja og reynda fleiri Asíulöndin líka en þarna spila líka inn í að þú með þennan langa lista hér hafa verið að koma sko rannsóknarniðurstöður eftir rannsóknarniðurstöðu sem segir okkur það að sko mæður eru undir alveg heiftarlegri pressu að vera þessar sko fullkomnu verur og skila af sér þessum frábæru bátnum velklæddu og þannig að þrýstingurinn sko svo sannarlega ekki minni á þær heldur en á okkur og ef að fólk ætlar að mattsa það allt saman hvort heldur sem þetta eru karlar eða konur þá skilja það bara óskup vel að bara fólk fórnu höndum og gefist upp við þetta Svo hjálpar ekki heldur að þú veist baráttan húsnæðið og bara brauðstritið hvað brauðstritið erfitt sko En ég að heyra hluti sem ég vissi ekki þetta með ert þú að segja að út frá bara því hvernig algoritmin virkar á datesíðum og þá setjur stór hluti bæði þá karla og kvenna uppi með það að fá ekkert match eða er það karlmenn sem fara að hallloka þarna eða hvernig þetta? Just, ef þú er topp 5% út frá hvernig lítur út í prófílnum þá farið match og þá ert þú bara komið með bara hlaðborðið og þarf bara aldrei að binda þig niður þú bara ert bara hann inni þá þú ert bara 45 ára og akkur eftir að festa þig og hinir fá ekki neitt og er þetta kyngreint eru konur í sömu stöðu? Já, ég hugsa það sko. En þú veist, konur og kallar svæpa allt öðruvísi þú veist, konur eru kannski meira picky strákar eru bara já og svo bara sé ég hvort ég spjalla við hana skilur Það hljómar eins og rannsóknarefni fyrir félagsfræðingi Þetta er mjög áhugaverð. Þetta er til gögn sem hægt að vinna með. Það er íslenskt fyrirtæki sem heitir Smitten sem er með svona app þannig að það er ekki langt að sækja gögnin. Ef þið láta þið fá gögnin. Okkar kynslóð fór bara á fyllir í. Og vonast þess að vakna við liðin á einhverjum ásættalegum sem hann var örugglega. Og svo var bara skilgreiningin á eilífð var sko frá því þú vaknar við hliðina sem þú þekkir ekki alltaf leigubíll kom. Ný skilgreining á henni sko. Nei. Já, þetta merkilegt. Við erum sko það er þetta með sko við erum fædd sko sem bara ólæknandi tengslaverur. Það er grunneðli okkar að við fæðumst sko það fyrstu orðin sem við tengjum þegar við byrjum að tala sjáðu mig, bara þegar barnir að læra að tala sjáðu mig, bara þráin eftir og svo göngum við inn í svo leitum við ást og ég hef leyfi til að vitna þessa sögu frá vinum mínum góðum sem var að skilja yfir kona sín eftir 15 erfið ár og við sátum félagarnir og hann var að segja okkur þetta að nú væri bara svo komið og þetta var allt í góðu og þau væri bara og við vorum að bakka hann upp og styrkja hann í þessu að því að þetta var bara eitt af þessum hjónaböndum sem var
það skildu það allir sem til þeirra þekktu að þetta var bara frábært fólk sem átti ekki erindin í ellina saman. Svo allt í einu stynur Bjössi vinur sko, horfir á okkur og segir: strákar, nú engin vitni að lífinu mínu. Svo bætti hann við: það heyrir ekki hvort ég anda á nóttunni. Og það var hann svona horfðin í eitthvað gímald og þarna fattaði og ég hringdi í hann daginn eftir og sagði: heyrðu, má ég nota þessu orðin? Þú bara, í mínum huga kjarnaður þetta fyrirbæri sem ástasamband. Sko, af hverju erum við öll að leita ást og erum einmitt öll peð á taflborði ástarinnar, sko. Mér finnst sorglegt að heyra um alkoholisman. Ég var náttúrulega svo gladur yfir þessari nýju menningu að þetta væri kannski heilbrigðara núna heldur í okkar kynslóð. En sko, af hverju erum við að þessu? Jú, það er nefnilega það. Þetta er þrá manns andas, þetta er kjarnin í eðli okkar að sko bara vill einhver vera vitni að lífinu mínu og það að hafa kynþrá og þess vegna náttúrulega eru rembingur og fordómar gagnvart kynhneigð fólks, sko eitthvað mesta meiðing, svona kollektífa meiðing sem hægt er að framkalla, að segja bara við einhvern, heyrðu, þínar kynferðslegu tilfinningar og ljótar og ógeðslegar og ég vil sakna eins og var bara þegar við vorum ungi og þannig að þar hefur aldrei orðið framför en við þurfum nefnilega að taka alvarlega sko, við þurfum að taka ástina alvarlega og við þurfum að taka alvarlega það hvernig við síðan sem karla, sem feður barna og karlar, hvernig við hreinlega vinnum með efnið. Ég er með eina 3000 ára gamla skilgreiningu því hérna svo ég fá að vitna eftir ritningarnar. Ein af mínum uppáhalds skilgreiningum sem er bara verklýsing, gömul ævaforn verklýsing, út á hvað gengur þetta nú, þetta puð. Og það er bara á annarri síðu stóru bókinni, það stendur, og þetta er ekkert Guðsorða gjálfur, sko, það stendur: þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðin Eden til þess að yrkja hann og gæta hans. Rækta og gæta, þetta er ekki spurning hvað við höldum Guð, skiptir engu máli og það vita allir og þau sá sko skáldið sem skrifaði þessu upp alveg vissi vel að það var aldrei neitt Adam, var aldrei neitt Eva. Bókstafstrú er nútíma vandamál. Hvað er þetta? Það er verið að segja í formi helgisagnar sem hefur lifað í 3000 ár og þá ekki að ástæðulausu. Það er verið að segja, heyrðu, ef þú ætlar að vinna vel, hafðu þá í huga að alveg saman hvað varst að fástu, hvað sem varst að reka ferðaskristofu, kenni í háskóla eða whatever, þú sagðist vera faðir, þú ert að rækta og þú ert að gæta. Þú þarft að þekkja lögmál þess að þú ert að rækta og raunverulega stúdera þau vegna þess að þetta var allt hérna ára þú komst og þetta verður allt saman hérna eftir þú ert farin ef þú allavega ræktar vel og svo ert að hlúa því sem að lífið höfðu treyst þig fyrir. Þannig að þessi sko auðmjúka afstæða til lífsins, heyrðu, ég er hérna til þess að rækta og gæta. Þetta finnst mér vera edrú og þess vegna er ég að andmæla, ég sem persóna, ég er að andmæla sko yfirráðahyggju og refsihyggju og ég líka andmæla hugmyndin lúxuskallinn það að, heyrðu, á með þetta er í lagi með mig, ég ætla bara að vera í aðalhópnum og ég ætla bara að slæfa samvisku mína. Ég ætla að láta mér á sama standa svo lengi sem ég og mínir hafa það nógu gott. Og þá má bæta því við að það sem nasistarnir uppgötuðu, svo mikilvægasta uppgötun nasistarn á sínum tíma, það var heimilisfæðirinn. Sem var tilbúin til að gera hvað sem var, svo lengi sem hann bara ekki ábyrgð og það þjónaði hagsmunum litla hópsins hans. Þetta er skelfilegu sannleikur. Ef að við hugsum ekki út fyrir kjarnafjölskyldun okkar, ef við höfum ekki augu til að sjá samhengi sem við lifum í, þá erum við ekki öruggir kallar. Það vil ég segja. Og þess vegna er það sem ég álíti vera sko við þurfum bara að sjá það og það er það sem ég er að tala sem kristendóm, sko, ég bara, heyrðu, það er hægt að færa eldhúsborðið út á torgið í þeim skilningi að við segjum, heyrðu, við erum í einhverjum mjög mikilvægum siðferðislegum skilningi
erum við bræður og systur í einhverjum mjög mikilvægum siðferðslegum skilningi eru öll með og þegar við tökum ákvarðanir, líka erfiðar ákvarðanir eins og í útlendingamálum og eins og í heilbrigðismálum og bara öðrum stórum og erfiðum málum þar sem margt fólk að fara að halloka. Þegar við erum að taka ákvarðanir getum við tekið þær út frá þeirri forsendu að við erum öll með í púlíunum þegar við erum að horfa á þetta. Eða ætlum að fara leið lúxuskallin sem að gengur út og heyrðu, já, byrjum á því að sjá hver eru aðal, sleppum restin úr ruslinu og stöndum vörðum hagsmuni í staðis að tala réttlæti. Og það þetta sem ég kvarta yfir og andmæli, ég vil hafna þess sem persóna, hvernig sem ég tekst það, allavega í eigin lífi, að tala bara tóma hagsmuni, ég vil, sko, við verðum að tala réttlæti, af hverju? Vegna þess að annars sko hverfu síður úr samfélaginu. Þetta það sem leggur á mér í þessu. Má ég aðeins að því að Ingólfur Gíslason hérna sem að þegar við erum að tala hérna stöðu karla og fleira og sem að miklu meira núna eins og var verið að benda á að karla væru svona meira að tala það en það var ekki alveg þannig þegar þú byrjar á því að tala svona jafnréttismál út frá sjónarhóli karla fyrir hvað, 30 árum eða 40 árum eða? Alls ekki 30. Þú varst frekar svona Lone Ranger lengi vel í því umræðu, skleitt í stúd svona, komið í bæinn. Hvernig hefur breytingin á þessu verið? Sérðu breytingu? Já, drottinn minn dýri, það er mjög margt breyst, sko, bæði þetta sem var að lýsa áðan, sko, varðandi sko, breytingarnar á föðurhlutverkinu, breytinguna hvað það varðar að menn eru frekar, sko, reiðubúnir til þess að sýna sig sem sko veikburða á einhverju sviði nú eitt af því svona svo ég hrósi nú sjálfa mér aðeins sko eitt af því sem að ég tel mér til tekna að ég kom því í gegn að sko karlar sem beita ofbeldi á heimili geti haft aðgang að sálfræðilegri aðstoð til þess að þegar þeir eru meðvitaður að þeir eru að gera rangt og þeir koma sko ég man það mjög vel sko þegar við vorum að byrja á þessu það þýðir ekkert með þess að kalla sko, þeir eru bara vondir og var okkur sagt, þeir kom ekki, þeir vil ekki játa þetta á sig, en leið og þetta byrjaði, þá komu þeir fyrstu og þeir halda áfram að koma aftur og aftur og aftur og nú eru náttúrulega konurnar farnar að koma líka því að þær beita líka ofbeldi inn á heimilum, en kannski svona megin breytingin að sko karlmennskan í dag finnst mér vera miklu breiðari og það hægt að ræða miklu fleiri hluti sem hluta af eðlilegri karlmennsku heldur hann að við sko gerðum þarna undir lok síðustu aldar. En ef við tækjum saman annars vegar það sem að konur hafa fjallað karla og það sem að karlar hafa fjallað karla, ekki miklu meira sem að konur hafa fjallað karla? Við getum sagt þess að konur hefur umverulega verið að skilgreina þörf fyrir nýja karlmennsku. Hafi verið leiðandi því og karlar kannski svona skokkað eftir. Er það ekki? Jó, það held ég að sé alveg rétt hjá þér. Ég meina það var náttúrulega þær sem að ruddu brautina hvað það varðar að fara í raun og vera að tala sko kyn sem eitthvað samfélagslegt fyrirbæri, ekki bara eitthvað líffræðilegt. Og það var ekki fyrir en að þær voru búin að ryðja þá braut sem að við gátum farið að tala þetta líka. Ég meina þær voru búin að tala þetta sem konur, að konur væru hitt kynið sem að vitni í Simone de Beauvoir og á eftir koma við erum líka samfélagslega mótaðir, við erum ekki bara tippið, við erum líka það sem að var barið inn í okkur í æsku þannig að það ekki nokkuð vafa á því að þannig hefur þetta gengið fyrir sig, þær ruddu brautina en það sem að þessa bækur hins vegar sem að nefndi áðan að segja mér það að karlar eru komnir á vettvang til þess að taka samtali sjálfur og það líka það sem að gerast hér. Ég man eftir sko bæði á 10. áratugnum og fyrsta áratug 20. aldarinnar. Ég man eftir 4 tilraunum til þess að halda sérstakar karlmennsku ráðstefnur á Íslandi. Floppuðu allar. Mættu bara konur? Já, eða bara ekki nokkuð einasti maður. Ég búin að vera með námskeið upp í háskóla síðan á 10. áratugnum sem heitir Karlar og karlmennska. Það alltaf yfirgnæfandi fjöldi kvenna þar. En í slíku ástandi
segjum að séu allir saman það sko karlmennska þurfi svona einhver endurnýjun. Við erum að endurfæða karlmennskunin í okkar tíma sem að henta betur okkar tíma. Eitt gæti verið það að ef að umræðin dregin áfram að konum annmarka karlana, þá fara karlanir í að pússa af sér svona annmarkana og eftir situr eitthvað sem að ekki pússað í burtu. En ef að kannski karlarnir myndu draga umræðin áfram að þá væri það kannski frekar að sko styrkja eitthvað sem að karlar hefðu verið. Heldur að þetta skiptir máli að þessu leyti svona hvert sjónarhornið er það hollt sjónarhorn ungra karlmanna sem ætla endur sko karlmennskuna að taka upp spegil konunnar á sig? Sko ekki ef að það þýðir að þeir fara að líta á sjálfa sig sko sem með einhverjum verulega neikvæðum hugafari. Það er ekki uppbyggilegt fyrir einn eða neitt og við getum litið þannig á að sko það sem að hér hefur verið talað sem frekju, sko þetta getur átt sér tvær hliðar, annars vegar þessi frekja og yfirgangur og hins vegar að vera staðfastur. Og það getur verið ágætt að vera staðfastur ef það ferðist ekki yfir í frekju. Þannig að sko allar hliðar karlmennskunar, eða allir þættir karlmennskunar hafa tvær hliðar. Það að vera sko beita ofbeldi á heimili er neikvætt. Það að verja hins vegar heimili fyrir árásum annara er jákvætt. Þannig að sko ef menn bara taka þennan pól í hæðina, það er mjög margt jákvætt í klassískri karlmennsku og við skulum fókusera á það og losa okkur við hitt. Finnir þið fyrir svona neikvæðni karlmennsku? Eða bæði hjá ykkur og kannski hjá félögum og vinum? Það eitt sem mér kom á óvart svolítið af því að þú ert að tala hann að mislukku yfir ástöðunar af því að þegar við fengum eins og hugmynd og Bjarni og svo ákvæði að bara senda á svona hinn á þessa kalla. Ég held að ég fengi sko svona 94% já. Já. Ég held að ég maður bara til einum sem sagðist ekki vilja koma. Og þú hélst að þetta er erfitt? Já, svona meðal aðeins út af þessu, en svona ég held að þetta geti verið eitthvað rosalega erfitt, ég var ekki þannig, en ég sagði, heyrðu, já, ég held að bara kallana langi til þess að fara að tala karlmennsku. Ég tók að það bara þannig, sko. Ég held að sjálf er rétt hjá þau, sko. Ég held það líka. Ég verð ekki sérstaklega var við það að einhverja neikvæða umræðum karlmennsku, ég maður alltaf bara, þú veist, eitraða karlmennsku. Já. Það er svona einhver miskilningur á því hvað felst í því að vera karlmaður, menn sem hafa horft á mikið á Rambo eða eitthvað. Sko fljótlega eftir að ég byrjaði að kenna karla og karlmennsku þá var ég á ráðstefnu í Bretlandi og hitti þar kollega sem var með svipaða kendi svipaða hluti í Bretlandi og hann sagðist gjarna byrja sko kennsluna á því að spyrja hvað tengið þið við karlmennsku og hann sagði sko þetta er undantekningar lítið neikvæðir þættir, drykkjuskapur, ofbeldi, framhjáhald og eitthvað slíkt. Og ég fór að pröfa þetta líka. Undantekningar lítið voru það jákvæðir þættir sem voru nefndir. Á Íslandi? Á Íslandi. Já. Aðrar hugmyndir hér? Allt aðrar hugmyndir sko og eins og ég segi, þetta eru konur fyrst og fremst sem að sækja þetta og þeir fáu karlar sem hafa verið í þessu námskeiði, þeir þegja nú yfirleitt sko en þær tala en þær nefna fyrst og fremst sem sagt jákvæða þetta einstaka neikvæður kemur upp en það er alls ekki megin stefið. Alltaf við erum komin langt með þessa umræðu sko sem að konur eiga hróskili fyrir að hafa komið að stað fyrir mörgum árum. Það ber náttúrulega árangur. Þetta er hluta þeim árangri. Er að við getum farið í skemmtilegra samtal núna. Já. Og svo segir Ingólfur hér sko þeir þegja sko þetta þykir mér nefnilega svolítið ljóst með okkur karla. Ég hef staðið núna bráðum í 7 ár fyrir karlahópi á vegum Píeta-samtakana sem kemur saman, þar koma saman karlmenn sem hafa mist ástvin eða einhvern sér nákomin í sjálfsvígi og menn myndi halda sko að þetta væru menn er jafnvel erfitt með að sjá fyrir hvernig fer þetta fram, það er að koma saman bara kannski 20 karlar til þess að tala svona erfiða hluti sem ganga svona nærri og er djúpsorg og mjög flókna tilfinningar og af hverju þarf að vera karlahópur
ekki blandaður hópur. Já, mín reynsla svo að leið og einmitt það þarf ekki með eina konu í hópnum, þá byrja íslenski karlmaðurinn að dempa sig. En leið og dyrum loka og það engin kona, þá bara tala menn. Og sko á aldrinu 17 til sko 77 gagnkynhneigðir og samkynhneigðir og bara algjör þverskurður á þjóðfélaginu með bara að tala og það er hlegið og það er grátið og það er bara ekkert vandamál fyrir karlmenn að tala tilfinningar sinna, þeir vita bara nákvæmlega, þeir hafa orð yfir þetta og að því ég vinn svo mikið við hjónaráðgjöf þá er klassísk hjónaráðgjöf, hún gengur þannig fyrir sig, það koma skilabóð frá konu sem ekki sátt og hún vill draga hjónabandi í slipp og skoða og það er bókaður tími og hérna og þau mæta og hún talar og hún ekki sátt og það er margt sem hún hefur það að segja og hann þegir og svo þegar bókaður tími það sem alltaf bara mín til að heyrðu, nú myndi ég vilja hitta þig, Karl fyrst og síðan hana og síðan eitthvað saman svo þegar karlmaðurinn kemur einn þá er bara ekki nokkur með einustu vandræðum með að tala, segja það sem hann finnst og bara standa fyrir máli sínu. En það er bara eitthvað varðandi samskipti kynjana í okkar landi að þegar konan segir Gunnar, við hefum ekki enda benda því, við þurfum að tala saman. Þá líður karlmannum eins og Nelson sé að bjóða hann minni búrið, sko. Ég mun tapa hérna, hún man allt, ég man ekkert og tilfinningi fyrir því að fara alltaf halloka í samtali þegar kemur að tilfinningum og Þú ert að tala að sko konunnar eiga tilfinningarnar og við erum ekki frjálsir að tala það þegar yfirbóðarinn á svæðinu en það þegar hún farin þá getum við talað tilfinningar okkar. Þetta er náttúrulega spurningum þótt að við frá því að þú varst að lýsa manninu sem að vildi ekki láta neinu bera þá erum við ekki komið lengra, við getum látað ykkur bera nema að yfirvaldið sé á staðnum eins og maðurinn sem að skildi sem þú sagðir áðan, hver vitni að mér, það var eins og verið að lýsa dauða Guðs, hver vitni að ég dreg andan þegar konan fór. Erum við virkilega svoleiðis að konan sé bara yfir drottnar í tilfinningarna? Ég tengi ekki, sko, þannig að kannski heldur marg sem kannski þetta einmitt að breytast með þinni kynslu. Frekar auðvitað hjá mér, sko. Ég þarf svona, please getur þið fengið að tala um þetta. Hún bara, ok. Já, það er frábært. Enn og aftur. Nei, það er, svo það er kannski bara hjá mér og ekki. Já, ég að vísu líki svona, við fórum á hellisbúin hér árið, mín frú, sko, við horfum bara hvort annað, heyrðu, við erum bara hérna, sko, það er ég sem spyr hvernig líður þér, sko, þannig að það er ekki öll hjónabönd steifti saman. Þú ert að vísa í langa reynslu. Já, ég er að vísa í reynslu af þjónustöðufólk og þetta er svona gegnum gangandi þykir mér, hins vegar sé ég gríðarlega breytingu á yngri kynslóðinni, gríðarlega breytingu og hérna ákveður svona bara, heyrðu, við erum hérna þegar eru gagnkynhneigð ástarsambönd þá finnst mér fólk vera sammála það, heyrðu, við erum saman í þessu við þurfum að skipta verkum og ég held einmitt að eitraða karlmennska sé að leysast upp með þokkafullum og fallegum hætti allt gerist í gegn og svo við erum bara að sætta okkur við það allar breytingar, líka einmitt góðar breytingar gerast í gegn með átök og svo þegar við erum vitnaði að ungu sveinarnir í fjölskyldunni annarkvort barnabörnum hans eða börnum hans eru í að vinna með efni sem manni líst ekki á þá segi ég sko við fólk heyrðu, hérna, veistu það drengurinn, hann er að hlusta á þig jafnvel þó hann gefa það ekki upp og svo er ég alltaf að, sko, það sem ég hef endalaus að trúa, það er það að því að símatin er að drepa okkur, sko að fólk, og það eru fleiri og fleiri fjölskyldur sem ég veit sem að hafa það bara þannig, heyrðu, þau erum að fara að borða sem að gerist bara einu svona dag og það bara koma allir, við bara borðum saman kvöldmat það er sett símatin fara í skál og við tökum hérna að lágmarki 20 mínútur þar sem við erum að borða mat og við erum að tala saman og heyra hvert annan og ég held að sko ég trúi því að mannsandin er svo magnaður og máttugur og skapandi og rauninni svo lausna miðaður að jú, tækninni hefur tekist að beygja okkur öll niður þannig að við erum öll hérna að horfa í hérna og í skjáin sko, við erum að fara rétt úr okkur aftur ég trúi því að það sé að fara að gerast og við séum að fara að ná að tala saman og þá þurfum við líka
sem uppalendur að vera leiðtogur í okkar fjölskyldu og ná samtali og börnin okkar, ég meina á öllum aldri þrá samtal það, sko, fólk þráir samtal og vill samtal en við þurfum að ganga eftir því og setja á dagskrá En upprétti maður gæti snúið aftur þegar hann rís upp úr skjánum. Ég var daginn og ætlaði að vera ég nenni ekki að lúta svona í síman ég var svona að horfa á hann svona þá kom maður, fyrir ekki að taka mynd og ég sagði, ok, þetta ekki hægt Herðu, en við skulum sitja að koma hérna, við höldum áfram hérna Karlaspjallinu, Bjarni þú kemur aftur í næstu viku og þá ef ég maður rétt að þá var það Staki Karlinn sem að vera til umræðu en ég þakka Karli Pétri, Ingólfi og Jökli Solberg kærlega fyrir komuna. Takk fyrir. Og hlustundu fyrir að hlusta og minni á að við höldum áfram Karlaspjallinu á þriðjudaginn í næstu viku en framöndan eitthvað allt annað efni hérna á Rauðaborðinu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is